Welcome to the Fix Your Problems podcast. My name is Frikki. My name is Hjalti. My name is Höddi. What's up, Höddi? There we go. We got Höddi on. Dude, Yes. this is our second guest, a beautiful Icelandic guy. So it's kind of funny. You are my girlfriend's like cousin, right? Yes. Pretty That's cool. right. Pretty cool. And like, so I found you on TikTok before I knew you were her cousin. Okay. Because you're 16 right now. I'm 16, yes. 16, and like you're a power lifter, and you're fucking strong as fuck. Yes, that's right. I'm a powerlifter. He mocks both of us in the gym. He's for real. mocking. He's mocking us at the gym. I'm telling you. It's pretty bad. We're gonna ask you later to get like the numbers, but you're mocking us pretty bad. Yes. See, I go to the gym, but I don't be doing no bench, don't be doing no deadlifts, don't be doing none of that shit. But I know this guy be doing them. You know what I'm saying? So Yes. Yeah, man. And like to say like I saw your video about like you're is it a lymphatic cancer survivor? I'm a lymphoma cancer. Lymphoma. Yeah. Yeah. That's crazy. Like, so like we have a bunch of cool questions we want to ask you, but could you maybe just start with like a little intro? Like, tell us about yourself, how you got into powerlifting, and anything you want. and for those that don't know, tell us what lymphoma cancer is. We're really interested. My grandma died from lung cancer, so it's pretty nice to meet someone that beat cancer, that fucking goddamn cancer. What's up, everybody? So the remainder of this episode is actually going to be in Icelandic. So for you English listeners, go to patreon.com/fixyourproblemspodcast. Gauð, þá þú fættir Svíþjóð til að fyrir, hvernig þetta á íslensku? Beinmergs eitthvað. Beinmergsskipti og Jesus, man. Farið beinmerg bara úr einhverju mannesku eða like, hvernig virkar það? Já, þetta er svo að beinmergsgjafi. Já, það er náttúrulega bara að gefa henni æð Já. og Já, fyrir æðin bara í, þú veist, hérna, eitt í bakið, bara í þar. já, ég man ekki hvernig þetta virkar, ég held að þetta hafi verið eitthvað svoleiðis. Það er rough, man. Þannig að, þú veist, þú kemur heim bara eitthvað og, já, eins og Hjalti var að tala, þú veist, hvað ertu lengi að svona byrja að jafna og, þú veist, fer aftur í skólan strax, eða ertu bara... Sko, þetta var náttúrulega svakalegt ferli, sko. Já. Þegar ég kom tilbaka, þá náttúrulega mátti ég gera nýtt. Já. Þú veist, því að hann er svo bælt ónæmiskerfi. Þú veist, ég mátti ekki vera í skólan strax fyrir en janúar 2019. Þá mátti ég fara svona hægt og rólega inn í þetta. Sæl. Ég var í 4. bekk. Ég byrjaði svona hægt og rólega að fara í skólan 2019. Þú veist, ég þurfti að fara í greiningar, ég þurfti að fá gleraugu, spangir, náttúrulega meðferðin fór náttúrulega illa með alla líkamann, sko. Já, þú veist, það byrjar að sjá illa og byrjar... Já. Já, vá. Þetta hafði áhrif á allt, sko. Bara í 4. bekk, maður, þú veist hvað, ég er að hugsa hvað ég var að gera í 4. bekk, þú veist, Jesus Christ, maður. Leikaði með Lego eða eitthvað. Já, 100%, sko. Þannig að, fuck maður, þannig að svo ertu komin aftur í skólan og en að þú ert 16 núna, hvernig er þessi ár búin að vera síðan? Byrjar að líða venjulegur eftir ykkur ár eða? Já, það tók náttúrulega svakalega tíma, sko. Já, Náttúrulega, þú veist, svo kom COVID, ég ætla bara að nefna þú veist 2020 gerist, hvernig er það? já. Ég man bara eftir því máttum ekki gera neitt og ég bara, ok. Úpsi. En ég man bara eftir því, ég mátti ekki fá COVID. Já, ok. og það segja það við eitthvað svona, já. Já. Interesting. Ónæmiskerfi var svo fucked að þau eru okkur hrætt að myndi eitthvað virkilega að gerast ef það myndi fá COVID-19. Á þessum árum, bara svona 2020 til 2022, fegstu eitthvað tímann flensu eða eitthvað svona, þú varst að, þú veist, svona virkilega veikur? Nei. Það er geggjað. Yes. Sko, svona 2019 þá ætla að byrja að fara í skólan, sko. Ég hlakkaði rosalega til, sko. Ég hef náttúrulega mistað heilu ári í lífinu, sko. Jesus. Ég hélt náttúrulega allir krakkarnir söknuðu mín. Ég Hvernig komstu þetta? kom tilbaka í skólan og byrjaði vel, en dag eftir þá var ég bara lamin, sko. Varstu bara lamin daginn eftir og komst tilbaka? Já, ég var lamin What? dag eftir. Jesus Christ, man. Þetta er viðbjóð, sko. Þetta er bara í byrjálfinu, sko.
Já, fucking Breiðholti, Jesus Christ, man. Fucking Breiðholti, Já, það er viðbjörg. Hvenær byrjar svo í ræktinni? Já. Ræktinni. Þetta byrja allt annað sko að ég var lagður einhelti. Ég var náttúrulega lagður einhelti fyrir að vera aumur, feitur, með gleraugu, þú veist, og fyrir að vera ég. Já. Ég, þú veist, ég myndar bara að vera lagður einhelti fyrir að vera þú. Þetta er bara, þú veist, þetta er bara svo ógeðslegt og bara... Líka sem krakki þar sem þú ert ekkert svona virkilega búin að mynda svona hver þú ert eða þannig, sko. Þetta fokkar í manni, sko, en líka bara krakkar eru leiðilegir, bara straight up, sko. Það er bara svoleiðis. Maður fattar að maður er eldri að sumir eru bara fucking leiðilegir, sko, sem krakkar og það er bara svoleiðis. Stundu kemur svona ákveðin skipt í hausnum þeirra og þá allt í einu betur en á sama tíma bara krakkar getur verið mikil assholes því þetta er svo mikið, þetta snýst það annað leggur í einelti eða þú verður lagður sjálfur í einelti. Þetta er alveg smá svona survival shit hjá krökkum. Eða bæði, þú veist, lagður í einelti og svo byrjar að leggja einhvern annan einelti. Akkurat. Þannig að þetta er rough að vera krakki, þú veist, sérstaklega eins og í kannski svona neighborhood eins og í Breiðholtinu eða þannig þar sem þetta er svona aðeins meira rough eða þannig. Já, þú veist, ég var í 5. bekk í Hólabergsskóla í Breiðholti. Það var síðasta árin ég flutti hingað. Það var þessi eini fucking krakki sem að bara lagði mig í einelti í drasl, sko. Bara, þetta var ekki einu svona ár síðan ég kom heim frá meðferð, sko. Viljum við gefa hann a shout-out? Seam on the streets. Já, bara gefa hann a shout-out. Nei, það er eitthvað pólver í einhver... Classic. Alright. Pólver út allt maður. Já, það er algjörlega classic, sko. Fyndi, sko, ég og Hjalti vorum báðir boxarar þegar við vorum yngri. Við keftum bodyboxi alveg mikið og og þú veist, ég akkurat, þú veist, var svona lagður einelti svo flesti krakki kannski þegar mjög ungur en ekkert svona eitthvað svona. Og ég man svo vel eftir því að var eitt krakki þegar við vorum yngri sem fekk krabbamein. Það voru allir góða hanskilur. Það myndum ekki voga að vera eitthvað vondu hann og svo gerist þetta við þeim. Já, hann var líka Breiðholtinu, við vorum í Reykjanesbæ. Það er kannski aðeins að ég skil líka bara ekki sko hvernig maður hægt að hafa það bara í samviskunni. Að geta lafa einhver krakka beint eftir meðferð. Það er ruglað, sko. Hvað er Guð að gera við maður? Fyrir setja í meðferð og svo bara það er að koma tilbaka og lafi. Jesus Christ, man. Ég líka fatt ekki hver var að ala upp þetta græmiti. Ruglað, sko. Þessi krakki sem hann landi mig, sko. Það var eitthvað feitur krakki. Það var feitur pólurinn sem heitir Simon sem var, hann var rosalega hávaxinn, ég er bara eitthvað 1,70 og hann var örugglega svona næstu 90 spikfeitur og hann var alltaf að hóta að lemja mig árið ég byrjaði að boxi svo byrjaði hann að æfa með ykkur heldur Simon, já, hann var með mér í bekk. Þú veist að þegar hann byrjaði að æfa box þá svona á að byrja að vera ágætur af því þá, hann var örugglega bara eitthvað í gangi heim með honum skilur og svo... Já, hann var líka lagður feitt einelti. Já, 100% sko. Þannig að þetta var hann sem þú sagði á hann sem við leggja aðri einelti þegar lagt hafa einelti og þeir þurfa að svara fyrir sig eða svona þurfa að vinna einhver staðar eða finnst þeim þurfa að vinna einhver staðar eða þannig. Það er svo ekkert sko en við erum með smá hefð að við lesum alltaf a Bible quote í hverju episode þannig ég ætla að quickly lesa eitt. Ert þú mjög trúaður eða hvar stendur þú á því? Ég er náttúrulega mjög trúaður sko. Geggjað, we love that. Hardcore kristin trú. Geggjað. Og eitt sem ég langar að segja en Guð er stundum þannig sem að gerði með Little John í biblíunni er að Little John, Little Jón hann var alltaf með ákveðinu svona kverka eða þannig að hann var alltaf veikur og hann spyr Jesú að lækna sig hann segir, þú veist, Jesú, ég mun að sjá að lækna allingar sem fólki, okkur getur ekki lækna mig og hann sagði við hann bara ef ég gerði það þá myndir ekki hafa jafnt gott conviction, hann sagði bara að sveira maður hann ætla ekki að gera, hann sagði bara það er betra að þú fer í gegnum lífið þitt á þennan hátt, þú veist, á þennan verri hátt þannig að þótt ég geti læknað þig út af því að þú veist að í endanum það myndi vera með mér í himnaríki og allt mun vera gott. Það er svo miklu meira conviction og getur hjálpað svo miklu meira öðru fólki komast nær Guði út af þessum kvilla. Það er svolítið súrt, maður vill ekki vera þar skilur, maður er svolítið svona why me though, out of fucking everyone, fuck that shit sko. En Guð gerir svona hluti út af því að maður sér ekki sjálfur hversu virkilega gott að gera. Hann veit stærra planið in the end og stundu þarf maður bara að treysta og segja að Guð sé fyndin sko.
En Nákvæmlega. kvótið sem ég ætla að lesa er Philippians chapter 4 verse 6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Nice. Já, Mér finnst það mjög gott. þetta er gott sko. Já, því ég veist, eins og var að segja svo, þú veist, maður veit ekki endilega hvar sagan endar. Þótt að kannski sagan er kannski erfið núna, þá veit Guð hvert þú ert að fara og þá þarf maður bara að sleppa öllu stressi og bara treysta á Guð. Ég veit, Guð, hann testar mann svakalega í lífinu sko. Algjörlega, ég meina að þú vilt vera sterkari, hann gerir það ekkert sterkari, hann gefur tækifæri til að sína sig sterkari, þannig að þetta Varst þú, var fjölskyldan alltaf svona mikið að fara í kirkju eða eitthvað svona, eða fékkst það meira eftir að fórst gegn meðferðina og svoleiðis? Þetta var meira svona eftir meðferðinni sko. Já. Þannig er oft þannig, ef maður lendir í svona hræðileg þá er Guður besti staðan til að leitast eftir sko. Já. Alright, technical difficulties fixed. Nú erum við komin aftur og við vorum að tala um Guð, en nú ætlum við að fara í öðru sinni típa af Guð, smá segmentina. I don't care how good you are in anything, you don't have discipline, you ain't nobody. The bear man questions. Já, spurningar frá Björn, boxstjálar okkar. Og Ekki HFR boxing. Jú, HFR boxing, þetta er bara HFR nefnilega félag Reykjanesbær sem við æfum hjá í mörg ár. Og við keftum báði fyrir alveg, ég kefti frá 2013 til 2018. Þá varst þú bara, demaður. 3 til 8 ára, fættum 2010 það ekki? 2009. 2009, já, Jesus. Það er wild, sko. En við erum angs. Hann byrjar á hvað finnst þið svona best og verst við að æfa kraftliftingar? Sko, wow. Þetta er erfið spurning. Ekki? Besti kraftliftingar, það er náttúrulega að sjá tölunar. Er það ekki? Já. Það er Chasing the numbers. Og þú veist, að ná svakalega PR, skilur. Þótt að muna kannski bara hálfu kílói, PR er PR, skilur. Algjörlega. Þú veist, það er gaman að sjá mann styrkjast, svo... En það versta er það þá kannski, þú veist, bakvandamál og axlirna einar eða eitthvað svo leysa. Verst að vita er, sko, til dæmis að gripið fara að gefa sig. Já. Líka, má ég sjá hendina? Ertu með crazy calluses, eða? Já, ok, alveg definitely meira við, sko. Sæl. Já, ok. Hann var líka að koma á einhver, right? Það ekki? Jú. Já, akkurat. Það passar. Hvernig, þetta er líka svo bila, sko. Við hafðum box lengi og það er svona gym-regla, maður má ekki byrja að fara í gym fyrir 16 í mörgum ræktum. Og þannig að Já, hvað kjaftaði það? Right, það ekki? Ég fór fyrst ég var fyrst með ræktakort í Massa sem er í Keflavík, í Njarðvík, sem er kraftliftingarliði, hvað heitir kraftliftingarliði Massi, og það, ég er ekki hvort þeir eru enn, það er eitthvað rosalega stóri, þeir voru með svona rosalega mikið að góðu powerlifters á Íslandi í Njarðvík, og ég byrjaði að æfa þar og það voru það var svona kraftliftingar crazy og mér fannst það really cool, sko. En ég fór bara hana til að lifta og vera eitthvað normal stuff, meðan henni voru bara, að rífa hendunar og crazy shit, sko. En þú ert bara hvert múin núna mörg ára að lifta og fara ræktina og svona? Sko, í ræktinni þá er þetta svona, má segja 2,5 ár. Nice. En í kraftliftingum þá er það 1,5. Sick, maður. Hvað litið skipta yfir í kraftliftingar? Það er nú það, já. Allt þetta einelti ógeð sem ég lendi í sem krakki, sko. Já. Ég flutti hingað upp á Skaga og ég er svo mikið sjálfbyrgið þess. Já. Ég flutti upp á Skaga 2020 og náttúrulega var að búast við náttúrulega, fullt af vinum og svona, Ég er náttúrulega bara 11 ára. Sko, þetta byrjaði náttúrulega vel. Svo kom að segja einn og einn krakki. Þessi fucking krakki, hann byrjaði svo mikið, hann er fucking Andri. Fuck you, Andri, fuck you. Þetta er svo common bully nafn eitthvað. Já. Já, sko. Hann er búinn að leggja meinaldi sem sko. Já, hann bara lagði meinaldi bara fyrir að vera ég. Já. Náttúrulega, ég hafði svo mikið áhuga á fótbolta þegar ég var lítill.
og ég hefði fótbolta í 5 ár cirka, 4-5 ár. Og þessi fucking Andri, hann var að leggja mig einhelti bara hverjum degi, skólanum og æfingum og kalla mig feitan, auman, ljótan, hægan, þú veist, hræðan, þú veist, hvað var ég ekki í hans augum? Þú veist, ég lét það náttúrulega ekki stoppa mig, sko. Gott. Allan að, þú veist, ég fór heim á grænjandi út af honum, skólanum og æfingum og svona. Mamma náttúrulega var að berjast bara gagnvart honum, sko. Bara hringdi oft í mömmu hans brjáluð og bara, hann svo illa heftur þessi krakki, sko. Það er svoleiðis. Eitt sem maður læri þegar maður er eldri að mikið af þessu krökkum sem eru líka að leggja einelti eru barinn heima hjá sér og hvað annars, sko. Það var einn strákur í mínu bekk sem var hundleiðilegur. Fréttið seinna hann var barinn helviti mikið af pabba sinu heima hjá sér, þess vegna var hann bara að láta svona, sko. Ég fann út að hann var með eitthvað vandamál heima á sér, sko. Akkurat, það er oft eitthvað svona, sko. Þannig að þetta var eldri að þar maður svolítið bara snúast í Guð og Guð segir maður að fyrirgefa öllum allavega á þann hátt, maður þarf endilega að vera vinur þeirra. Nei. En allavega fyrirgefa maður þann hátt að þetta er ekki eitthvað sem hvílir á mann og, þú veist, ennþá eða þannig, það er allavega sem Guð kennir okkur að maður á bara svolítið að fyrirgefa þann hátt, ekki segja að, þú veist, mætum fucking köku heim til hans og bjóðum upp á kökusnið, skilur, ekkert endilega eitthvað svoleiðis, bara þannig að, þú veist, það sitji ekki á sálinni manns þetta sem endilega gerist í þeim tíma eða þannig og mikið, bara halda áfram, vera sterkari, fara í ræktina, do your own thing, gera það sitt, sko. Þótt að eitthvað sem einhver dólgur mig, ég sín alltaf kærleika tilbaka. Right, það er það besta sem maður getur gert. Það er eina sem maður getur gert. Það er gott að heyra maður. Hvað er liðið sem þú ægir fyrir? Er það skagaliðið? Ég er að æfa í kraftlyftingafélag Akraness. Já. Nice. Við vorum ofta að keppa hérna við hnefileikafélag Akranessar. That's a good baksurs það, sko. Skoraði fyrsta diplómastigið mitt þar. Very nice. Yeah. Þeir eru góði, sko. Hvað heitir þarna stóra rækta, eða þarna stóra gymmið þarna í Akraness sem er svona íþróttahúsi eða eitthvað svona huge? Bara World Class? Ég hef nokkuð sem það er. Bara svona, þetta er heldur við skóla eða eitthvað svona, það sem við kepptum svona. Já, þetta er bara svona íþróttahöll eða þannig. Já. Þeir eru 2, sko. Já. Það er íþróttahúsi á Vesturgötu og Jaðsbakar. Gæti verið á Vesturgötu. Mér finnst það hljóma kunnulegt eitthvað. Ég er að segja hvað sem er. Okay. Ég fíla alltaf að keppa Akraness, það er mjög gaman að fara svona road trip og... Já, cute bæ, sko. Það er ekkert ólangt frá, sko, eða þannig. Já, ég held að sé það, sko. En það er mjög fyndið, ég þurfti ofta að keppa á þetta stelpum hana. Það er svona margir þegar ég hugsa Frikki elskar að lemja stelpur. Come on. Ég er bara 1,70, þannig að á þeim tíma þá keppti ég ofta á móti stelpur sem heitir Tinna, sem var frá Akranesi og var bara gett fyndið. Ég associate alltaf Akraness með að lemja konur. No, not funny. No. Crazy. Nei, þetta er bara bók, skilur. Maður er bara að lemja, skilur. Já, hún er fín vinkona ef ég myndi hitta henni í dag og verða ekkert vesen, sko. Ekkert, það er ekki bara hérna bara. Nei, hún on site. On site, sko, alveg svo Andri. It's on site, again, fuck you Andri. Þetta er fyndið, þetta fer íla næstu spurningu hjá Birni, hann var með þess að spá, sko, ertu að æfa kraftliftingar svo þarft ekki að kunna að slást? Ég er bara að æfa kraftliftingar bara til að styrkjast og fyrir mig, sko. That's right, fuck you, bear man. Fuck you, bear man. Hann alltaf vill að allir slást, sko. Hann var eignast dóttir, sko, þannig að hann mun láta hana slást líka, sko, það er bara hann. Eins og segja, bara berja konur. Nei, kom Nei, tjók. Það er líka ekki gott að tapa á mannorðum, sko. Nei, akkurat, sko. maður á ekki að gera svoleiðis. Þetta er bara djók. Þetta kendi mér, þegar ég var yngri, þegar ég var þurfti að keppa fyrsta móti stelpu, ég það er eitthvað rámt, sko. En þú veist, við erum öll fólkskil, það var ekkert að því. Það var bara mót, skilur við. Yeah, exactly. Var þetta diplóma eða olimpískt? Diplóma, já. Ég má ekki olimpískt, sko. Right, yeah. Diplóma er mót þar sem meira sína tækni í staðan fyrir actually að bæra eitthvað í spað, það er svona meira sína tækni og bara svona, já, score points that way. Hvernig, ég er svolítið forvitning, þetta er svona útskipt hvernig keppnis dót virkar í powerlifting, þú byrjar að æfa powerlifting og svo ertu komin núna búin að keppa nokkur mótum, hvernig er það ferlið, þú veist?
Þú veist, það alltaf skipulagt svona prógram. Þú veist, þú ert að vinna í prógraminu, þú ert kannski skipulagt 6 til 12 vikna prógram. Já. Ert að vinna í því. Viku fyrir keppni. Það áttu náttúrulega bara að hvíla vel og þú veist, mátt fara að æfa nema bara létt. Já, ekkert max. Svo þarftu að pakka saman allir dótinu þínu, passa að vera með mikið mat með þér og svona. Og þú veist, þú ert að nærast vel, sofa vel. Svefnin náttúrulega aðal í þessu, sko. Yeah. Þú veist, keppnisdagurinn, hann stressandi, sko. Já, maður. Verður þá, veist, í hverju að keppa? Það kepp í réttstöðuliftingu, benchi eða veist, hvernig, í hverju það að keppa? Það sko misjafnt. Það getur verið squat, bench og dead. Stundum bara bench og stundum bara dead. Ok. Hvað uppáldið þitt í að keppa í af þessu 3? Já, þetta góð spurning. Allt bara skemmtilegt kannski? Þetta allt mjög skemmtilegt, sko. Ja. En mitt uppáhalds hefur alltaf verið deadið, en mér finnst ég vera bestur í squatinu. Ok. Ég sé svo mikið að dead myndbundum að Björn vil líka vita sko spáið, þannig að hvað one rep maxið fyrir bench, dead og squat? Sko, þetta góð spurning og þetta allt sko æfingatölur. Ég tók 170 squat. Jesus Christ. Það er tvöfaldur frikki, sko. Svo tek ég 105 í back og 202 í dead. Nice. Jesus Christ. Nice. Ég veit, ég var alltaf af þessu öllu bestur í deadlift og maxið mitt var 140. Ég hef ekki deadliftað eitthvað 3 ára lýst, sko. Já, mér varst það mikið, sko. Ég hef ekki þetta, ég veit ekki svona hvað lengi, sko. Ég fíl hreyfingar sem að mér finnst risk reward ekki nógu gott og þannig að ég kann ekki tækna nógu vel, þannig að ég hræddur að ég actually fokki mér upp frekar en að gera rétt. Einmitt. Þetta snýst svo mikið tæknina, sko. Það ekki, já. Ég reyndar eina æfingin sem ég fer virkilega hart í fótapressan. Ég kom upp í 220 þar, annars ég ekki í neinu öðru en fótapressan líka aðeins léttari, þú veist með mikið að þú veist haldið vel við jörðina og ítt frekar fast, það léttara að klifra í því, sko. Einmitt. Og ég bara, svo margir þú veist, eins og ég held að maxið mitt í squat var, og ég hef aldrei tekið one rep max í squat, ég ofrættu við það, sko. En ég hef tekið 80 sinnum 2. Það ekkert crazy, en það var með 170 í squat. Ok, galið, sko. Ég veit, sko, bróður minn bróður minn hefur verið alls konar íþróttum en hann var mest í kraftliftingum, í massa í Njarðvík. Ég held að hann hefur ekki svona á 170, sko. Það fucking crazy. Ég held ekki, sko. Maður það líka fara á æfingasvæði sem getur kasta af þér viktinni eða svoleið, sko. Það getur gert það í alfa. For sure, það er samt áhugavert. Ég hef alltaf reynt að skvatta í þú veist, rogue squatting rack, þannig að það er safety bars, þú veist, þannig að fennir og bara dettur þá eru safety bars. Erst þú í þannig eða hvernig? Nei, ef ég feila það bara vona besta. Fuck it. Push it up or you die. Það er bara you push it up or you die, sko. Þú fílar frekar ég kann að skella mig fram. Já, fuck maður. Svo segir við vart að vera með allan svæði til að disengage og kunna að disengage, sko. Svo er eitthvað deadlift líka, sko. Þegar ég fyrst fekk að nota alvörunni svona deadlift platform, þú 3 skilur, það er awesome, sko. Maður leiði svo vel á því, sko. Hvernig er svona æfingasituation hér þér, þú veist, er kraftlýtningar stóra dagrannis, alveg nice gym setup og svoleiðis, eða? Sko, eins og núna, það er þetta mjög þröng og lítil aðstæða. Þetta er svo bílskúr núna. Við erum að fara að flytja upp í íþróttahús og þetta verður geðvægt það, sko. Kekja, það er ógeðslega gaman líka að vera á þessu stigi í íþrótt. Við vorum líka í boxi þegar við vorum að svona fá upgrades. Komið nýjan hringi eitthvað svona shit, það er gett gaman. Við vorum í gamlu sundlauginni, sko. Ég fekk að upplega að fara í the new place, sko. Sem, sko, að fyndi þegar við æfðum box í Keflavík, þá gamla sundlaugin í Keflavík var breytt í boxaðastöðu.
sem ég get svona að finna Það var grimy ass staður, Loki, það var skítur gross, það var alveg svolítið, sko það var alveg, en það gerði það skemmtilegt mér fannst að gera það svo skemmtilegt, sko og ég held að síðast, þú finnur einhverja saman tilfinningu að æfa svona í svona þröngum stað það er gott að vera smá svona grimy og svona rough sérstaklega er hann að fara þungt og gera eitthvað svona, sko, maður vill vera svolítið dirty, það á ekki að vera endilega fallegt, sko. Og ert þú, ég man ekki alveg hvað það heitir, ert þú að keppa í þessum búningum, þessum suits sem þú þarft að vera í? Ég er ekki búin að lifta þannig, ég er bara raw. Geggjað, raw. Fokk hjá maður, það er töff, sko, það er og þú veist, það er svo mikið þann í þessum heimi, þú veist, ef þú tekur liftu og þú varst í búning, þá ertu með minna respect, heldur þú tókst raw, eða þú veist, það er alls konar svona shit. Já. Það er ákveð hierarchy alltaf, það er alltaf svoleiðis í íþróttum, sko. Sumir líka takk ekki eins og já, ég er með max 200 en þú varst ekki eins og í búning þannig að það tekur ekki eins og sem eru bara gay, sko það tekur næstu spurning hjá Bearman er hver er þinn uppáhalds powerlifter eða bara overall gym gaur, anything like that? Mín fyrirmynd hefur alltaf verið Jón Páll Sigmarsson. That's right man. Fucking Jón Páll, the king. Þú tölum árið byrjum podcasti, er hann frændi þinn? Hann er frændi mér. Það er þetta í genunum, sko. Já. Þetta er í genunum, sko. Þú líka þú lítur svolítið mikið út samt, þú ljósæður skilur og þú myndir vera mjög líkur honum þegar þú var eldri, sko. Ég er partist sjálfur, sko. Fuck já, maður. Mér finnst þetta myndband, þetta klassíska myndband ef þú googlar Jón Páll og deadlift, þú veist, hvað er línun hans, You cannot be man. Ekkert mál fyrir Jón Páll. Á það líka. En þegar hann segir you cannot be a man if you cannot do deadlift. Eitthvað svo leið. There's no reason to be alive if you can't do deadlift. Exactly, sko. Þú veist, hann er svo mikið Adonis, bara krullaða ljóst hár og svo bara fucking skeppna, sko. Love it, sko, love it. Það var að reyna að finna línur, sko. Sjálfur, sko. Maður þarf að vera með ákveð svona catchphrase, sko. Já, ég er búin að finna ekkert mál fyrir höttastál. Ég er búin að finna eitthvað svona. Þetta var gott. Hjörður, hvað ertu á endanum af þessu ári? Hvað ætlar að reyna að láta maxiðin vera? What's the goal at the end of this year? Allan að beygja 200. Ok. Bekka 130. Like it. Og detta 240. Ok. Fuck, man. Þannig að þú þekkir þetta er oft svona 500 club eða 1000 club, þess að combina öll þrjú, þá ertu komin upp í 500 pounds eða 1000 pounds. Hvað ert þú upp í núna, ish? Eitthvað, ef ég kannski að calculate that shit. Ég held að tala um 1000 pounds, nefnilega. Já, við breytið pounds, sko. Við hefum 170 kilo í squat. Já. Og svo plus, motherfucking. Það var 105 í benchinu og hvað sagði að Þetta er 202. Já. Það var 477 kilo, Jesus Christ. Það er pretty close to 1000, ekki? Það er fucking það er 1050 pounds. Exactly, hann er over the 1000 pound club, let's get it. Jesus Christ, man. Og var að 16 ára, spældi frí, hvað heldur að hann verði þegar hann er okkur aldrei? Takk líka, sko. Ég er svo gammal, sko, ég er að vera 26 árs ári, sko. Já. Við erum við angst maður. Shit, maður. Ok, Björn er að pæla eitthvað þess að við vorum að tala um framtíðina, sko, en myndur ykkur tímann svissa yfir í bodybuilding eða halda bara áfram með kraftlyftingum eða langar að fara í strongman, til dæmis? Ég var til að bara gera þetta þrenda, sko. Jesus, man, ok. Það er náttúrulega stefnan að vera sterkastur maður heims. Já, ég hef heyrt þetta, man. Það er gott myndmátt hjá þér, sko. Yeah. Ætlar það á stera eða hvernig virkar það? Nei. Ok. Það er ekki myndinni, sko. En eins og þess að dagana er fólk mikið að skoða þessu peptides og svoleiðis. Hefur eitthvað kynnt í það eða ertu eitthvað að skoða það eða eitthvað svoleiðis? Já, það var að kenna mig fyrir þessu, sko. Ég hef alveg verið að fræða mig þetta. Hvernig líka minn aftur að vera eftir þetta. Já. Ef þú tekur peptides eða stera, bara eitthvað steraefni og ert ekki að æfa í eitthvað nákvæm tíma, þá getur líka minn bara að fara í fokk. Það ekki, já.
Ég verið að skoða svolítið með náttúrulega The Wolverine Stack sem BPC 157 og TB 500 það hljómar ágætt þannig að séð en maður veit ekki, maður þekkir ekki alveg 100% long term effektina þessu öllu saman sko. Þannig að maður vill ekki endilega taka einhver risk á þess að vita alveg hvað við gera sko. Svo líka, peptide sem eru ekki sprautur er alveg áhugaverðar þegar maður að skoða Wolverine Stack bitch maður. Já, farðu þú sprauta hérna, do it Let's do it Svo líka, ef þú byrjar að ég æfi Alpha Gym í Keflavík en ef þú fer í sporthús og byrjar að umkringja þess kringum stærsta gaurina, það er boðið að stera non-stop skilur Já maður sé alveg svona stera gaura í World Class sko. World Class er þekkt náttúrulega fyrir það sko. Það er the place það er ákveðið lukk á þessum gaurum sko. Maður þekkir alveg þjálfarinn minn hefur verið að vara mig við World Class Já Ertu þú þannig að hvernig svona average vika hjá þér eru alltaf sameinlegar æfingar mörgur sem viku, ertu að fara að ræktina aukalega eða hvernig er þetta hjá þér? Þetta er góð spurning Ertu að tala hvað ég æfi oft í viku? Já, bara svona average week, næsta vika eitthvað hjá þér hvernig er þetta svona hópítur og það sem þeir eru nokkuð sem æfa æfingu saman eða hvernig er æfingarferðið? Nei, ég fer bara eitt sko og svo líka á mánudum og miðvikudum þá er ég á morgunæfingu með þjálfarann til skólanum og þú ert líka, ég sé á Instagraminu þú ert stendur FFA Afriks íþróttasvið hvað er það? Já, Afriks íþróttasvið það er áfangi þar sem þú getur stundað íþróttinu með náminu Já, auðvitað þannig að þú er planið að svo klára students próf og eitthvað svoleiðis og vera með íþróttina alongside með því Já, mér langar að útskrifast í íþróttafræði íþróttasálfræði Það er eitthvað, ég og Hjalti við vinnum báða mikið á netinu bæðið að gera auglýsingar á fólk ég er með fyrirtæki sem býtir content og flesti gaurin sem fyrirtæki mitt býr content fyrir eru þjálfarar og þú, þannig að ef þú ert ekki ef fólk er ekki að borga fyrir þjálfarnadót eftir 5 ár þá muni ég kvarta í þér að ef þú ert að læra þetta þá getur þú grætt svo mikið pening frá því sko. það er allan eitthvað sem þú ættir að pæla í for sure sko. Bara, ég elska online shit gaurar eins og Íslandsmeistarinn í bodybuilding núna í undir 80 kílóum heitir Atli Solsson hann er shredded og hann er með fullt af student sem hann er bæðið að hjálpa að dieta og eitthvað svona og þannig að I bet eftir 5 ár þá ert þú örugglega með huge hope af fólki sem er að læra frá þér sko. það er alveg mjög líklegt ég var líka ef það að vera strongest man in the world sko. gotta make some money sko. Ég veit það er að borga fyrir all proteinin þess með ekki að ít sko. Já besta investmentið það er að fá eiginkonu sko. hún getur eldað í það sko. það er alltaf Hvað er Ronja hjá þér? Hún er ekki það núna sko. Við erum sko í hún alltaf býr í Hvalfjörðum ég býr inn í Keflavík og við erum í bílskur hérna í Keflavík sko. þannig að við erum að taka upp svona í bílskur Já, ég skil en það fyndi, við erum að flytja í Mosesbæ bara í næstu viku sko. þannig að við erum að koma nær þér sko. Þú og hún? Yes sir Þannig að tvíburunar okkar verða Mosfellingar sem er alveg mjög fyndið sko. Við erum gett upp í það er alveg gæti verið að vera sko. Já, alveg svo þú ert að tala um Breiðholt eða eitthvað svona Keflavík kannski ekki eins slæmt sko, en mér finnst það ekki aðlegandi að eignast krakkan í Keflavík lengur sko, með þegar ég var krakki sko. En Moselsbæjar er way cuter og sætari og næs sko. Fallet view yfir Æsuna Já, ok, það er svo gott að fjalla sko. Við erum alltaf mikið neyn fjöll hérna fokk í söðunisum sko. Sko. Við erum bara með hóla Já, sveira sko. Jú, við getum hort í 8 keilir og okkur shit sko, en það sem við búum það er bara akkurat ekki neitt sko. Ég veit ekki hvernig að þú ert búin að búa á Akranes núna í 5-6 ár hvernig finnst þér að vera þar með að við svona í borg svona í Breiðholtinu og svoleiðis tótt? Mér finnst það vera svolítið öðru sig af því að það er minna að gera hér lítið sem ekkert í Reykjavík er alltaf eitthvað í gangi alltaf svakalega íbúa fjölda munur akkurat sko. Þetta er bara fínt sko. Ég var líka í þessu hverfi bara daginn að skoða íbú og okkur list voru illa á að svona íbúin var næs og svona og garður og svona en að vera þarna akkurat í þessu miðju og það er svo mikið af fólki og það er aldrei stæði og allt svona þetta er ekkert not appealing sko.
Ég veit. Þú veist, þá skoða í 101 eða hvað varst að skoða? Þetta var þetta var ekki alveg í Breiðholtinu, þetta var Engjahjalli. Það er rétt hjá það sem það er ekki búð þarna, einhver Æsland búð. Já, jú, ég held ég hvort já. Það er bara svona blokka hverfið, svo fullt aðeim hana. Þú veist, Keflavík er svolítið, þegar við vorum krakkar ég og Hjalti, skilu, þá var alveg venjulegt, þú veist, að labba og fara út að leika með, þú veist, fólkin sem bjóður hliðnaðar og svona, en mann líður ekkert eins og það er alveg eins þannig núna, það er svo mikið að útlendingum að leika núna. Það er líka og líka bara að, þú veist, krakkar eru miklu meira bara inni að spila tölvuleiki þess að dana, sko. Ég var alveg farin að finna fyrir í svona, þegar var svona 12-13 ára, ég vildi kannski fara út að gera eitthvað. En það voru homies bara eitthvað, nei, mér langar að vera heima að spila fucking Minecraft, getur ekki bara hoppað á Teamspeak eða Skype eða eitthvað, má bara eitthvað, gay. What? Vil ég ekki fara út að gera eitthvað? Bara, þannig að ég veit ekki hvernig það er núna, þú veist, 10 árum setna, ef fólk er ennþá bara eitthvað, nei, ég ætla að vera heima að spila Fortnite, getur ekki bara hoppað í fucking party eða eitthvað, skilur, ég veit það ekki, kannski það Ert þú mikið gamer eða eitthvað svona, hvernig Nei. Spila ekki tölvuleiki, sko. Nei, mér svona setjum tíðan maður svona eiginlega hættir í, sko, en sumur ennþá fastur í, sko. Já, maður, veit það svo, ég meitt frænda sem hann er giftur núna, sko, en hann er samt easy 3-4 tíma á Minecraft á dag, sko. Ég veit ekki sko það er hægt, sko, en no shame á gamer, sko, ég var alveg til að vera Minecraft þegar ég geta, sko, það er alveg fun game, maður er einhvern veginn bara, veist maður, ég veit ekki, þegar ég spila tölvuleiki núna allan, ég verð svo fucking bara mér finnst ég þurfa að gera eitthvað, skiljum, mér bara þarf að gera eitthvað fucking vefsíðu eða whatever it is, bara mér við erum alltaf svo fucking gamli, sko, ég og Hjalti, þannig að maður bara eins sem sé ekki græða neitt, sko. Hvað er 0-1? 0-0 og hann er 0-1, þetta. Frikki 0-0, ég 0-1, já. Það var alveg, ég held að systir mín sé eitthvað 0-9, sko, þú veist, bara saman aldrei þú, sko, þannig að það fyndið, sko. Já. Gauir, hvað séu? Já. Nei, ég ætla bara að spá hvort að alltaf tala meira einöltið eða hvað voru aftur. Við erum með nokkra meiri spurningar en frá Birni og það var alveg gaman að heyra frá þér svona, langar að segja eitthvað meira einöltið og svona, veist, hvernig eins og Andri er þá úti að leita þér. Hann segir ekki orðum í dag. Og hrættur, sko. Ert þú í 10. bekk þá núna, eða hvernig? Nei. Ég er í fyrsta ára framhaldsskóla. Já. Hann er komin í the program, Það er ekki gaman right now, þetta að komast inn í svona fjölbrautaskóla? Jú, mér finnst það að vera meira svona relief. Er það ekki? Frá grunnskóla. Já. Ég relate alveg við það, svona kannski ekki, ég held að grunnskóla okkar held að var fyrir eitthvað svona chill, sérstaklega við kynntumst þegar ég var í kannski 8. bekk eða 7. bekk eitthvað sluðis. Var það ekki í stuttmyndagerð þegar þú varst í 9. eða 10. bekk og ég var í 8. 9. Það var eitthvað svoleiðis. Það var frekar seint eða þannig. Þú veist, ert þú svona á þessum tíma núna í lífinu, þú veist, ég man á þessum aldri í 14, 15, 16, þá voru við alltaf bara hverju kvöldi, förum út að labba og spjöllum og reynum að gera eitthvað og fucking brjótast inn eitthvað staðar eða whatever, ef maður getur. Er næs svona líf? Við vorum ekki að brjótast inn. Ekki allstaðar. En til að útskýra á þessum tími í Keflavík þá eftir hruni, þá voru skriljón byggingar sem voru bara búin að standa hana síðan 2008. Þannig að það eru byggingarna sem að margir krakkar voru bara svona lappinn og fuck around. Það var ein blokk sem var ekki búið að klára að búa til og það var hægt að hoppa upp á aðra hæðina ef þú kunnur að klifra aðeins. Það var cool. Það er ekki svona lengur en hvernig er svona lífið á nákvæmni sem er? Þetta er bara mjög chill, sko. Ég er oft úti með vinum mínum að hanga eitthvert og löpum bara eitthvað staðar, sko. Bara hanga. Þannig á að vera að vinna með, sko. Á þessum aldri, sko. Þannig á að vera, sko. Þú náttúrulega að fá bílpróf þá bara á næsta ári eða ekki? Eða þessu ári? Þessu ári. Já, þessu ári maður, sick. Nice. Það er svo mikið freedom sem kemur með því, sko. Ég veit. Hvenær átt þú afmælið þá? Hvenær fer það? 22. október. Damn, þetta býr lengi með þér. Já, það er næst. En já, ok, Björn er með eina aðra spurninguna, allan á nokkra aðra svona. Ok, þessi er svolítið silly, sko. Hvor er meira gay að æfa crossfit eða high rocks? Ég myndi segja að vera high rocks. Já, þú þekkir high rocks. Já, ég þekki það. Hvað er high rocks? Ég veit ekki hvað er nefnilega. Vilt þú skilja hvað high rocks er? Er þetta ekki bókstaflega bara cardio? Já, eiginlega, þetta er öðru sinni típa crossfit en það sem líka mikið við þetta er svo, hérna á Suðurnesjum þá er rækt sem heitir
sporthúsi svona stærsta reitturinn í Keflavík og þú veist, það mæta allir þar og þetta er svona cult High Rocks, skilur, það er fullt af fólki sem æfa það sem við þekkjum, tala bara um þetta er eina sem við setjum í story, skilur það er High Rocks ásatíðin, skilur þeir eru örgulega doing swinger stuff, sko Saman með CrossFit, það, sko Já, Það er kallað Super From sem er kallað bara eitthvað Super Swing eða eitthvað svona Super swing eitthvað svona þetta var eitthvað skrítið, sko En sumir fíla þetta en CrossFit og High Rocks er gay straight up, sko bara gay as hell, sko Ég veit svo, Mæli verið við kraftlýtingar, sko Shoutout á Juan, ég ætla að segja nafnið sem við þekkjum hann frá grunnskóla, hann er onnalega shredded út af High Rocks þannig að það er fullt af fólki sem ná því, skilur en ég myndi samt segja, Juan, þú ert í cult og við erum að reyna að bjarga þér en þetta er alltaf Drullari kraftlýtingar Ég held að hann er svona að detta á eitthvað, sko, líka Já, ég held að hann er mikið að lyfta, sko en ok, hann er líka pæla en ok og sjá Held ég að þessi myndband á One Dine að detta alveg 200 eitthvað, sko Held ég Þetta er sko, Björn er að spá hérna, hvernig myndir þú laga, ef þú gætir, hvernig myndir þú laga vandamáli að karlmenn eru með svo lágt testosterón nú til dags? Ég myndi náttúrulega bara, þú veist hvernig myndi ég laga það þá? Sem þú gætir bara laga með, þú veist, bara það myndi vera að ráðleika eitthvað sem er með geðað lágt testosterón, hann er bara algjör soyboy. Ég myndi bara, þú veist, ráðleika það að hann hættir allir bad habits, sko það er nú 1 og 3 náttúrulega byrja hægt að róla að gera the good habits, þú veist, kannski mæti ræktina fara í kalda sturtu, þú veist, fara í labbitúr vaknaði snemma, hætta svo út svo snemma, þú veist, borða hotlar Algjörlega svona basic stuff, þú veist Svefn er rosalega mikilvæg fyrir testosteróni, sko einmitt nákvæmlega, þú veist, sleppa öllu alkohólinu, þú veist, sugary foods junk food eða þú veist, að veipa eða taka eitthvað svolítið, bara sleppti sig heldur ekki að gera neitt fyrir Algjörlega Veipi gay, sko Algjörlega, en ég heyrði þú myndist á kalda sturtur hvernig finnst þið samt að vera í ræktinni og fara í kalda potta og svoleiðis, því að þá í rauninni þegar þú hoppar í kalda pottin, þá minnkar að blóðflæðið, þú vilt það í rauninni ekki þurft að stækka vöðvana þína, en á sama tíma að gera eitthvað sem heiliðin segir að sé erfitt mun auðvitað alltaf hjálpa þér, sérstaklega með testosterón og svoleiðis, en eins og þú tekur fætur og hoppar síðan beint í kalda, það eiginlega fokkar á fótadeginu. Hvernig finnst þér, er þetta vitlaus science hjá mér? Já, út af kuldanum. Ég er alltaf bara slekka á hausnum mínum og bara drulla mér út í. Algjörlega. Þetta er science sem hann að tala um, þú veist, þetta er alveg gott í þessu, eins og ef þú ert að keppi í körfubolta, þá er óslega gott að vera að fara í kalt bað og sauna og svona, en ef þú væri bodybuilder specifically, eina sem þú vilt er bara til að stækka vöðvan, þá er mikið sagt að ef þú fer mikið í kalt bað, bara beint eftir æfingu, þá er að minnka vöðvastækkuna sem geti gerst þegar þú fer að sofa og fer að borða og svona. Því vilt reyna að sé meira blóðflæði. Já. Já, það er sko, en kaldakarinn, það er bara gott fyrir hvíld fyrir vöðuna líka. Þú veist, vöðuna þurfa hvíldina að halda. Ég gera bara án þess að hugsa að ef maður fer í sund, þá fyrir alltaf í sauna og kalda bæði, sko. Það er svo fucking þægilegt. Nákvæmlega. Ok, hann er með eina aðra spurningu fyrir sem svona little crazy. Hvað er uppáhalds conspiracy theory þitt? Conspiracy theory? Já, þú þarft ekki að trúa því, er bara svona uppáhaldið, bara svona eitthvað sem við finnst annað gott fyndið. Hefur einu sinni áhuga á conspiracy theory? Hann er svona 16 ára fyrir ekki, kannski er hann ekkert eitthvað að skoða þannig sér. Það er bara sem Björn sagði. Conspiracy, hvað áhuga á? Ég veit það ekki, þú veist, 9/11 var ekki flugvélar eða eitthvað skilur, like whatever, það getur bara hvað sem er skilur. Já, conspiracy theory, þú veist, samsæriskenning. Pigeons eru vélmenni frá the government, skilur. Jón Páll er ekki dauður, hann er vélmenni ekstar. Þetta er alltaf svo mikið sem er að gerast í heiminum, þú veist. Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell eru ennþá lifandi, sko. Já, akkurat. Við erum að sömbla sér það, sko. Israel, sko. Já, Ghislaine Maxwell. Já, var ekki vídeo henni bara eitthvað fyrir utan einhverju sjoppu daginn? Það lítur út eins og sé hún, sko. Þetta lítur út eins og hún gæti verið AI, hver veit, sko. Akkur sé allir að þetta sé AI? Það gæti alveg verið. AI er alveg það gott þess að dana, maður veit það ekki, en ég sammála, maður sá myndina af manneskjunni sem er í fangelsi
og það er sagt að sé Ghislaine Maxwell en hún leiti ekki Nei, út fyrir að vera eins og Ghislaine definitely Maxwell hakan hennar var öðruvísi, nefið hennar var öðruvísi talar öðruvísi. No way. Nei, mér fannst þú vera að tala alveg eins, sko. Nei, ég myndi að þú ert að tala um, já, Já, en ég er að tala um manneskja sem fór fyrir hann í fangelsi, það var sendt mynd á netinu af manneskjum sem fór í fangelsi fyrir Ghislaine Maxwell og það Hún lítur lítur út eins og ekki út fyrir að vera Ghislaine Maxwell, þannig augljóslega er hún ekki í fangelsi. Dökkarðan Með með glerun. já. Yes. Er það ekki hún? Í myndbandinu sem þú ert að tala um, jú, en hún er í rauninni og á að vera í fangelsi right now. Já, þeir segja það, hún á að vera í fangilsi en hún er örugglega í Ísrael ekki stað að chilla. Já, eða þá í Bandaríkjunum bara fá sér pizza ykkur stað, sko, eða fyrir þetta pizzastað, hver fucking veit, sko. Allan í myndbandinu að tala um, þetta lítur alveg bara út svo hún, sko, alveg feit. Já, þú veist, ég skoði þessi Epstein-skjöl og ég er ekki eins og að tjóka, ég var veikur í 2 daga, sko. Ándjóks. Þetta er ógið bara að geta fólk Já, maður. og nýjast í litli krökkum. Já, maður þurfti að taka sér Ég hef ekki pásu á alltaf, netinu, sko, við erum svo mikið angst, við erum núna að tala um þetta síðan eitthvað 2020 og þú veist, ég veit ekki hvort þú hefur heyrt um Pizzagate, það gerist inn á 2015, svo gerist það aftur kringu COVID og svona, fullt af þessu drasli búin að vera svona á netinu, sumi vita af þessu og þú veist, það er global elite sem er að geta bötskilur, it is what it is, vonum að stoppa einhvern tíma. Við getum vonað að já, en ég held ekki, sko, ég held að þetta fólk sé að deikt þetta að því, sko. Bara ógæslega, sko. Straight Eins up, sem getur gert er að bæta okkur sjálf, lifa vel fyrir Guð og vona það besta, sko. Andjóks, get them gains in the gym, sko. Þú veist, ég fattar líka ekki, þú veist, með Donald Trump, akkur er hann fórseti? Hann er mannæta, hann er nýðingur, pervert, terroristi, þú veist, hvað er hann ekki? Það er málið, en það er líka, þá fyrir maður að spyrja sig hvað fórsetar sem Bandaríkjunum hafa haft eru ekki þarna, fyrir þetta kannski John F. Kennedy, en þú veist, flestir af þeim voru líka allir að gera weird shit, sko. Já, maður. Já, það gera allir weird shit. Það er ógíslegt að bara allir í pólitík eru þarna, sérstaklega í Bandaríkjunum, það er bara weird, sko. Ég skil líka bara, þú veist, okkur allir í pólitík bara svona ógeðslegir. Það er eitthvað switch sem gerist í hausnum á manni þegar maður er með svona mikið völd eða svona mikið influence, þú ferð að fundi með ákveðin mikið fólki sem vill influensa því eina eða aðra átt. Ég veit ekki, kannski er bara late game ekkert að gera, sko. Þetta er svona Þetta alveg verið, sko, bara boring late game, sko. Ein svona easy útskýring sem ég segist þetta um mömmu. Nei, sorry, segð þú. Nei, haldur bara þú fyrir. Bara, ég kannski er að þræta mömmu eða eitthvað svona, þú veist, góð útskýring eitthvað, ef hún er að segja, þú veist, þú heldur bara að allir í pólitík séu evil og eitthvað svona, en til að komast upp á hana stað, til að verða, þú veist, fósitisráðherra í einhver landi eitthvað, mér finnst svo ólíklegt, eða mér finnst svo líklegt og þarf deila að vera psychopath til þess að komast svona bara alla þess að leiða upp, sko, þannig að alltaf eitthvað nót, sko, já, í samanlega. Þá ég vona okkar pólitísku fólk hérna á Íslandi séu gott fólk, ég trúi það eiginlega ekki. Bara, kannski eitthvað að þeim, ég veit það ekki. Þú varst bara ráðherra nokkur einu sem var dýralæknir, kannski var hann fínn, ég veit það ekki, sko. Mér skaman að hlusta Snorra Másson in Killing the Liberals, en hann er líka psychopath, sko, I mean, it is what it is. Já. Veist hvað flokk myndi kjósa? Ég veit ekki, sko, sjálfstæðismenn kannski, ég kaus miðflokkin seinast og ég með líklega kjósa miðflokkin aftur, sko. Og hvað er svona gott við miðflokkin fyrir utan útlendingamálin? Útlendingamálin? Það er lögreglega bara straight up, sko. Þegar í seinustu flokkskostningum þá var bara enginn sem vil taka samstöðu með því. Þess vegna er Framsókn búin að missa allt fylgi sitt. Þeir ákveða bara ekki segja neitt og vonuðist þá til að fólk myndi bara svona go past it, en nei, það er þetta sem skiptir fólki máli akkurat núna, það er útlendingamálin. Ég finnst líka hvernig Samfylkingin og þeir flokkar sem er stjórn núna eru búin að fara með peningamálin okkar í þessu landi, ömuleg, og þau segjast ekki alltaf að hækka skatta, þau eru að hækka skatta og síðan segja bara, við erum ekki að hækka skatta en það er venjulegt fólk, við erum að hækka á fyrirtæki, það er fólk sem rekur fyrirtæki og þegar það hækka skattin á þau, þá bara hækka þau skattin á vörunum sem við kaupum frá þeim, það endar alltaf á okkur. Þetta fólk ég bara treysti fólk ekki neitt og ég hef bara verið að fíla það sem miðflokkurinn að gefa út, sko, en það er bara mál með pólitík að allt er þraut þjálfað báðum megin við hliðið, þetta er í rauninni alltaf sama þegar það kemur út á það og eins og maður sé Bandaríkjunum rautt eða blátt, þetta er í rauninni alltaf sama, þetta er bara þraut þjálfað, það kemur alltaf einhver nýr inn, hann kann að tala fyrir fólkið á þeim tíma en endar að því að gera bara nákvæmlega eins og hini voru að gera.
Þetta er mjög flókið en ég kaus miðflokkið seinast og ég er ennþá að fíla hvað er að gera þannig ég ætla að halda áfram að bara kjósa miðflokkin allan í eitthvað tíma sko. Miðflokkin, já. En svo er svo fyndið, þú veist þessu Hann er fyndin gaur Hann er fyndin gaur sko. Og hann var einu sem ég held að var fjármálaráðherra Íslands fyrir alveg mörgum árum og hann hjálpaði okkur mikið þegar að komast úr því máli þá. Já, hann er algjör svona skatta ræningi sann Þú mátt ekki taka nautahaki mitt, ég er að borða hrátt nautahak og þú ert ekki að vera stóð með Hann er alveg fyndin sko. Ég veit að pabbi minn er ekki eitt big fan af Simmi D sko. Nei, heitir það Simmi D Sigmundi Davíð, Simmi D Bara svo vitræði, þú veist, ég held að allir í politík séu lizards, þannig að hérna, ég er ekkert big á að vóta sko, þannig að en ég vona að það fólk sé að gera eitthvað gott en bara Það er flókið sko. Það er bara máli því að það eru allir bara lizards annars sko. Það er straight up, það er bara þannig sko. Að það, þú veist, sem við gerum kannski eitthvað gott á sömum stöðum en eru svo ömulegir á öðrum stöðum Þetta er svolítið svona að velja úr the lesser evil dæmi sko, sem er alltaf ömulegt sko. En á sama tíma maður getur aldrei verið sammála öllu einhvern stjórnmálaflokki sem við gera, það er bara ekki hægt og ef þú ert sammála öllu þá þarfst að líta inn á við og pæli ertu virkilega sammála öllu, ertu bara að segja þetta sammála öllu Það er eins og að halda með Manchester og segja bara Manchester getur aldrei gert neitt slæmt og allir aðrir eru slæmir Þetta er bara svolítið þannig en maður þarf að hafa svolítið inn á sin eigin barm og vera svona já bara maður þarf að velja svona hvað er síst ok kosturinn eða þannig Nákvæmlega Þú veist, ég myndi aldrei kjósa, þú veist, fucking pírata eða eitthvað Nei, akkurat sko Við vorum sko stelpa sem var með okkur hún var ekki með okkur í bekk hún var í sama skóla við, Holtaskóla hún ég ætla ekki að segja nafna hana hún var formaður unga pírata back in the day sko og hún var svona klassíst, ofur feminist svona óþægilegt að vera í kringum Já, það var alltaf pírata fyrir mig sko bara svona rosalega óþægilegt, svona illa lyktandi fólk En, þú veist, örugglega fínt fólk að neina, skilur þú veist Ég er enda að kaus einu sinni Pírata Fyrst getur sem ég mátti kjósa kaus í Pírata og af hverju og því var bara reykjandi gras og þau sem ætlaði löglega gras sko. Það var bara svo einfalt sko. Þetta er það algjörlega ég myndi aldrei kjósa þann flokk núna en ég var bara með önnur gildið þá reyki ekki lengur en á þeim tíma var það bara eins og skipum máli Hvað heitir þessi gauð sem í fórstæðiskostningum þegar ekki þegar Halla kom inn heldur fyrir það Það er eitthvað svona gauð sem er alltaf running for president og engin trúur á honum hann er svona Ástóð fucking bílandus Elska Ástóð Ég er búin að vóta fyrir hann 2 ár og hann nær aldrei neinu skilur en Islandus.is ég er á e-mail-lista hjá hann sko. hann flytur bíl hann er funny guy sko. Já, og hann er með bókana með kjarnorkumálin og eitthvað hann er alveg funny, veit ég hvers oft hefur hann bóðið sig fram til fórsetins því hann byrjaði Ég var ekki hissa að hann verið í skjólunum sko. Það fyndi, við ættum að sitja Þú getur leitað upp í skjólunum, það ekki? Já, þetta, ég veit ekki hvort þú séð þess að síðu það er eitthvað sem heitir J-Mail ef þú googlar Jeff sko. Ok, þannig að ef þú ferð á þess að síðu getur ekki pröfa að setja ástfóran inn Ég skal gera real quick sko, Við erum að geta svolítið mikið í síðan þættum bara, er eitthvað sem þú fílar ok, setjum nafnið hans inn, tjekkum á þessu Ástór Magnússon Ást Ertu með eitthvað annað svona politísk take sem ég langar að segja eitthvað svona Ég sé hann ekki hérna sko. Ég held að our boy is safe sko. Ok Ragnar er í þessu Já, Dorrit náttúrulega líka Já Það er mjög fyndið hann að hvernig var e-mailið með Dorrit Dorrit er hérna og líka maðurinn hennar það er að tala Dorrit and her husband from Iceland are here Svo hann sé ekki neitt Það getur þið Já, ef ég verður með eitthvað pólitíska skoðanir þá var það bara herða á útlendingamálum kannski hjálpa fötluðum, öryrkjum gömlu fólki Já maður, ég vinn með þú veist, vinnan mín á Íslandi er að vinna með fötluðu fólki sko en ég er með aðeins þessni teik líka því sko við sko sem ekki peningur okkur fara í þetta fólk og svo þeir beint inn í Nexus er að stela peningunum okkar sko það er ein annan svona manneskja sem ég fer oft og aðstofa og hún á meiri Pokémon heldur en þú veist Logan Paul sko þetta er rögg sko Nexus er að stela öllum peningum sem fyrir þetta fólk sko 10% skattapenningum okkur fyrir beint í Nexus crazy sko en ég er með eina aðra spurninguna frá Bitni sko
Við fáum oft spurningar frá fólki sem er að hlusta eða horfa á þættina og þetta er á ensku en ég ætla bara svona að translata fyrir og þannig að podcasti heitir Fix Your Problems og meiningin bak við það er að við reynum að fá vandamál frá fólki og reynum að svona leysa á okkar hátt, skilur, þó að við erum ekkert fullkoma mannskjur en við reynum að, skilur. Og alright, ég ætla að lesa það ensku en við sögnum bara íslensku, ég er að translata svona off the dome. Þetta er frá Liam, hann er í Ástralíu. Hey guys, I train a lot and I want to take the gym seriously, but my habits don't line up with my goals. I spend a lot of money on takeout, snacks, energy drinks, and random gym-related stuff, and mid-month, I'm pretty much done with all my money. I still live at home with my mom, but I know this will mess me up long-term, both financially and with my progress. What should I do? How do I take action? Nice. Ok. Þetta er basically gauðin sem vorum að tala um á hann, skilur, sem þarf að hætta the bad habits. Mér hann sagði það sjálfur í þessu fokkin skilum, hann veit nákvæmlega hvað þarf að breyta, skilur. Það er ógeðslega oft að fólk fokkin breytti því það, maður. Það er mjög oft svona þú ert með lausnin á vandamálunni í spurningunni. Þú veist, ég myndi samt ekki segja að ég er eitthvað fullkominn, maður kaupir oft samlokur í Æslandi eitthvað svona ef maður er á leiðinni í bílnum, sko. Þú veist, en að læra að elda er fokkin frábært, maður. Þú veist, ég er eignast börn, sko, ég þarf náttúrulega að elda, sko, og bara ef þú getur alltaf elda heima þá er no way að þú ert að fara að eyða peningurinn eins fljótlega og hina leiðina, sko. Ertu eitthvað mikið í take-out eða hvernig? Take-out. Þú veist, kaupir þú mikið að take-out mat eða þú veist, ertu eitthvað ofta? Nei. Nice. Það er eitthvað Tvöfaldur kongur og búlunni er svona alveg kósi, sko. Þannig að gummi Emil myndbóti hana. Já, það er tvöfald hambúrgari á því, sko. Það er alveg gott ágætt prótín bara like to grab, sko, en maður á náttúrulega verið eldað heima sjálfur samt frekar. Já. Og hvað, var hann að tala um að hann er ekki svo progress í ræktinni? Já, hann er að segja hann lóka að taka gym seriously og hann það er ekki hann að segja, bara my habits don't line up with my goals. Ég meina, við erum svolítið mikið í þessu, ég held að eins og að nota dagbækur, þú veist, og líka á byrjun árinu skrifa, þú veist, þetta er markmið mitt fyrir árið, skilju og eitthvað. Ert þú eitthvað mikið að skrifa markmiði niður og svona? Já. Fuck já, maður. Ég er mikið í því, sko. Og þú veist, hvernig ert þú núna, þú veist, er það bara gym related eða ertu líka, þú veist, eftir nokkur ár þannig að góður með búið með skólan og eitthvað svona eða? Já, ég er alveg með skólamarkmið líka, sko. Fuck já. Svo er alltaf kemur aðeins bara, þú veist, get family, 5 kids, eiga gym, þú veist. Það er planið að opna gym, sko. Já, það ekki maður, fuck já. Jú. Við mætum mjög heldig, koma að traina höður. Já. Whoop our ass in the deadlift. Ég hef ekki ykkur 100% afslátt. Fuck já maður. Það er síðasti gestur sem við höfum er þess að hún langar að vera dairy, eða þess að eignast farm fyrir beljur, þú veist, vera svona með mjólkurfarm. Þannig að ykkur tíman munum við gera þátt með beljum. Og fá mjólk hjá honum. Taka heilan dag, kannski ekki 2 daga bara á sveitabíli. Það var alveg low key funny, sko. Sem tökum við 2 daga bara hardcore deadlifting með hjartiðna, sko. Shit. Já. Alright, ég mögur að reyna, er eitthvað meira sem þið langar svona að koma út á framfæri, svona eitthvað sem fólk ætti að vita um þið eða eitthvað svoleiðis? Já, svona einhverslið sagan, kannski. Já, maður, endilega segja okkur, sko. Þú veist, já, ég byrjaði fótbolta 2001. Já, ok. Ég var 11 ára, að vera 12. Það byrjaði náttúrulega bara vel, sko, en ég er alltaf hræddur að gera mistök og, þú veist, ég var ofþyngd. Ég var 80 kíló, 1,50, 11 ára, 11-12 ára. Sæt, sko. Vá, sko, ég lenti í svo grófu einelti að, þú veist, hverjum degi var ég bara hræddur að fara æfingu. Ég hræddur að fara í skólan. Fuck that, sko. Svo, þú veist, þetta var alltaf svo erfitt, sko. Bara mamma mín var ofta að reyna að díla við mig að fara með mér á æfingu. Já. Þetta var alltaf bara ógeðslegt, sko. Alltaf þessi Andri, hann bara lét mig ekki í friði, sko. Bara alltaf á æfingu, labba alltaf til mín og alltaf að skjóta eitthvað á mig og svo vildi aldrei vera með hennum í liði heldur, af því að alltaf því að með hennum í lið, það var alltaf að skamma mig, sko. Jú. Alltaf skamma mig
segja ég sé lélegur, þú veist, svo þessi fucking, þú veist, lukkudýri hans sem heitir Adrian, alltaf að reyna að herma eftir honum, alltaf að reyna að, þú veist, leggja meinalti með honum og, þú veist, þeir hafa oft lagt hendur á mig, þeir hafa, þú veist, sagt hvað sem sko. Svo liðið með tímanum, þeir halda hann hlaða fram að leggja meinalti, svo bætist önnur eineltis rugl bara með einhverju fucking rússneskan, grannan, fucking fávita. Þetta er Artem. Okay. Artem. Þetta díla við hann sko alveg í heilt ár og algjör viðbjómar. Alltaf að fucking pika potið við maður. Geir. Á fótboltaæfingu, það er þessi æfing sem þetta reitur. Veistu hvað það er? Já. Ég var sem sagt í D-liði af því ég er náttúrulega ofþyngd, hægur, veist. Ég var í D-liði líka sko, þegar ég æfði fótbolta sko. Já, þú veist, já, ég var í ofþyngd, ég er náttúrulega svo lítill líka. Þessi æfing sem þetta reitur og ég bara þoldi ekki að vera með sem Artem í reit og andra heldur ekki af því þeir eru alltaf að targeta mig alltaf þegar þeir fengi boltan í reit það neldi boltan alltaf tíminn ekki sendu, þeir sendu ekki boltan þeir neldi honum frábæri sko, fyrirmynd en að svo hann alltaf svakalur alltaf eitthvað, sína sig sem krakki hann er kjánaður hann alltaf, þú veist þegar maður er 13 ára eða eitthvað, þá er alltaf fyrsta kærastaðan eða eitthvað þess. Já, sæl. Maður er alltaf með eitthvað svolítið sigur. Já, fyrsta kærasta mín átti ég þegar ég var 13 ára. Og alltaf, þessi Artem var alltaf ákveður ógeðslegri vespu alltaf. Okay. Alltaf okkur vespu. Já, ég var bara eitthvað úti með kærastunum minn þá. Og það var alltaf svona ón í okkur alltaf. Og svo kemur hann alltaf og er alltaf svona að disturba okkur alltaf, bara svona alltaf trufla okkur eitthvað. Og ég veit ekki alveg hvert ég ætlaði sko, þegar hann spurði hana, bara sér ekki eftir að hafa byrjað með hirti. Hann bara spurði henni þetta bara beint fyrir frá mig. Hún þagði og sagði ekki neitt. Já, það er flókið sko líka. Og þau voru alltaf eitthvað að tala. Alltaf eitthvað, tala milli hvort annað eitthvað. Líka eitthvað það sem ég heyri ekki. Svo ég er alltaf bara börn, 13 ára en fucking pirrandi, Algjörlega. Fucking pirrandi, sko. Það er ekki, þó með 26 ára, maður getur alveg verið jealous og svona. Þetta er bara 13, 14, 15, 16 ára, það er bara way erfiðar að ekki vera jealous og... Já, maður veit ég ekki hvað maður að gera með svona tilfinningar sko. Ég lenti í svona kannski smá svipuð í bara framhaldsskóla sko. Ég var stoppa á ungóplaninu í Keflavík með kærastunum í bílnum og það voru nokkrir strákar, einn er einmitt sem kom í fangelsi en það voru nokkrir strákar sem stoppi í bílnum við hliðina á mér og þeir horfðu á mig og svo er ekki sharing caring og voru eitthvað geðveikt fucking weird. Dutt út fucking neti eða. En þannig að heyrir sögun aftur. Stoppum við á okkur bílarplani, þú vorum bara eitthvað stjórnum, maður var nýkomið bílprófið, varum á svona rúnda. Að stoppa 2-3 strákar við hliðina á mér og þau spurja mér svona, er ekki sharing caring og voru semst að horfa á gæluna mína þannig. Þetta er alveg, einn er komin í fangelsi sko, þetta er alveg svona bara skemmtilegi gauðra sko. Já. Hvað gerist með gauðrin en þegar hann er að segja bara eitthvað, sér ekki eftir að byrja með honum? Já, hún svona horfir á hann eitthvað og bara segir ekki neitt. Nei, hún kannski líka vissi ekki hvað hann átt að segja, sko. Já, hún vissi ekki hvað að segja, hún hefði kannski bara að segja nei, skilju. Já, algjörlega. En náttúrulega bara börn, skilju. En svo er ekki nóg með það, bara, hann var bara alltaf að leggja mig einelti og þetta var bara fucking ferli, sko. Já. Að kom að því eitthvað, ég var úti að labba með vinum mínum að vinkonum, manna ekki. Ég mætti honum
man ekki, við erum göngutúri mættar í miður göngutúri eða eitthvað. Ég man ekki að sagði eitthvað, þegar man það ekki. Ok, whatever. Ég held ég að fara heim, svo var ég aftur út. Svo sé ég hann aftur með einhverjum fucking dofinn rússa vin sinn og þeir eru eitthvað pískast á milli. Já. Ég veit ekki alveg hvað er í gangi og hann segir bara eitthvað hann vill á kissi skóinn. Really? What the fuck, maður? Og ég bara held út við mig bara, þú veist, þetta er svo kjánalegt og, þú veist kissa skóinn, þetta er svo barnalegt. Við vorum að keppa saman dag eftir í fótboltanum. Já. Og man ekki, þú veist, ég spurði hann svona í ganni bara hvað var þetta í gær? Og hann bara svona, ég veit það ekki. Og svo er hann og einhver annar liðsfélag minn að píska út á milli. Svo heyri ég í hann segja bara eitthvað, ég veit ekki, ég hafði ekkert að gera að gera, ég vildi bara lemja einhvern aumingja. Já. How fun. Það er svo skemmtilegt, maður. Ég segi það við vinur minn að ég gera, ég segi við mér langar að lemja einhvern aumingja. Og þá hugsaði ég svona, er ég aumingi? Eða, þú veist, er hann gert það til gamans? Og þá vaknaði eitthvað í mér. Það er eitthvað sem bara vaknaði í mér. Dag eftir byrjaði ég í ræktinni. Fuck já. Og þá var ekki aftur snúður. Fuck Nice, já. maður. Fuck já. Ég held þú að fara að lemja hann og bara brusthönnun hans eða eitthvað shit. One day fyrir ekki, það á eftir að koma. Það á eftir að koma. Ég held að það var 1,5 ár síðan þetta gerist. Ég er í ræktinni, veist, að lyfta. Maður aldrei að búast við þennan gæja í ræktinni. Aldrei búast við honum í ræktinni, sko. Svo fucking hóraður, frekar lágvaxinn, rússneskur. Ég hef með félag minn í ræktinni að lyfta eitthvað. Sé að hann lappaði inn með einhverjum vinnu sínum. Og ég man ekki, ég að félag minn voru eitthvað að leika okkur í sjómann eða eitthvað. Og þessi félag minn lappar eitthvað að þeim og eitthvað spjallaði það á. Og ég kem að vinnu mínu með okkar. Og svo vinnu minn og þessi gæði svo með þessum Artem. Þeir voru eitthvað að leika sér í sjómann. Svo horfi ég svona á Artem og segi bara, hei Artem, viltu ekki koma í sjómann? Hann bara, hell nei, ég er að fara að drulla á mig. Og ég sagði, jú, hvað er þetta? Hvað er leik? Og svo segi ég við hann bara, hvað, kallar hann ekki aumingja fyrir 2 árum? Hann þagði og bara vissi ekkert hvað hann það segja, sko. Nah, he knows what's coming, sko. He knew what would be coming, sko. Fuck that guy. Ég vorkinni þeim sem bara leggja einhalti, sko. Já, ekki satisfying. Lóksins öllu svo Þetta er ásefna. satisfying, sko. Fuck them motherfuckers. Þetta gerist, þú veist, þegar ég var búlít á svona einu gauð sem ég ætla ekki að segja nafn á honum, í fyrsta öðrum bekk og svo í 3. bekk þá færi ég skóla og fyrir Holtaskóla sem Hjalti var í og hann kemur með mér. Það var, þú veist, day one var alveg, nei, þetta bara að halda áfram. Svo einhvern veginn bara svona breytist það, við vorum bara vinir. Það geðið weird, þú veist, hvernig það getur gert stundum en það, og ég maður sérstaklega þegar, þú veist, ég Hjalti byrjum að boxa þá svona breytist það alltaf á mér. Maður verður confident, þú veist, annarkvort er maður að lifta eða kann að slást eða eitthvað svona. Það allt fólki sem var að leggja einhvern fyrir, þú svona getur hort á þig aftur og svona, þú veist, vita alveg, já, ok, þannig að ég þarf að gera shit núna, skilur. Nah. Þeir þóru ekki að gera shit í mitt, sko. Nah. Þeir horfa með að þóru ekki sem talaði, sko. Exactly, sko. Það er svona alveg smá satisfying, sko, maður fílar það. Það er satisfying, sko. Fuck já, maður, ég var mjög til að gera aftur með þér einhvern mann. Við erum að fara að enda þáttinn, sko, og við erum alltaf með svona Patreon þátt sem við tökum upp eftir þetta, sem er svona behind a paywall. En ég er til að mæta aftur eftir eitthvað skekra mánuð, sko. Það var mjög gaman að geta aftur með þér. Það held að frá döttum út, sko. Frost. Svo erum við dast út. Já, við döttum út og tókum eftir, sko. En já, ég var bara að segja, þú veist, það er bara búið mjög gaman að spjalla og geggja sögur hjá þér og, þú veist, geðveitt crazy hvað þú búin að gága gegnum að þér. Bara inspiring saga. Það verður skemmt að sjá hann eftir 10 ár þegar hann er okkar aldrei, sko. Pælið því 10 ár, sko, Jesus. 2-faldur Halldór Július eða eitthvað. Fuck já, maður. Fuck já. Rétt byrjar, maður. Þannig að,
Hötti, við erum til að fá þig aftur bara einhvern tímann soon, sko, það var mjög gaman. Hvernig er lausin næst? Right, það ekki? Það er gaman að spila. Kannski við látum smá tíma líða á milli bara þannig við séum ekki in the same things again Já. en á sama tíma það væri fann að taka þetta aftur sko já. Og einna, getur þú sagt bara hvað fólk getur fundið á Instagram og TikTok? Svona þínu miðlar? Já, en á TikTok heiti ég Höttimann. Instagram heiti ég náttúrulega bara Hjörtur _ Elias _ Ágústsson. Yes. Sér maður, já, bara tekja á honum og hérna hvernig er það að keppa næst? Er eitthvað svona mót sem maður getur mætta og þú veist, fucking cheer you on? Já. Þú getur gert það sko, ég er að keppa í mæ, Keppi maður. 19. mæ. Það væri cool ef ég held að geta mætta það, sko, það var næst. Let's see Yes. Þetta er Íslands meistaramót. Íslandsmeistaramót. Alright. Sick, ok. það Íslandsmeistaramót. skulum ekki reyna að mæta það maður fuck Já. já. Getum Og við þú að veist, betta á ég er að það? stefna sko ég er að stefna á svona lágmörk Já. fyrir landslið. Ok. Til að komast í landslið þá þarf ég 492,5 kíló í tótal, Ok. en ég er að stefna hærra en það, Já. Ok. Good shit. þannig mér finnst ég vera bara svona, ég held að ég bara komast í landslið sko. Ok. Ég er að keppa mót í apríl, mæ, júní, svo í ágúst er annarkot Reykjavík marathon eða Bekkbergsmót. Ok. Já. Þetta er sama dag sko. Og svo í september er landsliðsverkefni. Ok. Nice. Ok. Dude, það er really Yes. cool, man. Ef ég reikna þetta rétt þá ertu í 477 núna, kannski eitthvað hans meira en það er bara eitthvað nokkuð kíló þá ertu komin í þetta lágmark allan sko. Þannig að þú stefnir á Ég veit, þú veist. 500 plus, það er ekki bara Jú, fuck já, man. ég er að stefna á 190, 185 í beigju, Ok. 105 official í bekk. Já. Og 205 í dead. Ok. Yeah, 500 Fuck with easy, Það fákur inn. fuck já, man. Alright, þetta er bara takk fyrir að koma í podcasti, virkilega gaman að kynast þeim með Já, sömuleiðis. Alright guys, takk fyrir að horfa á. Peace. Yes, Peace. takk fyrir mig.